ég held að það gerist ekki betur en það. Gott svar. Það eru þau stig þar sem að þú ert að spila á viðbrögð. Svo þegar stigið er búið að fyrst ásama áttu, já ok, þetta var það sem ég var að gera. Það næri ekki að hugsa. Og það er það sem ég sé ofta, það er það sem gerir borðtennis og það sem er svo gaman að spila borðtennis. Og þegar þú ert að spila sem ykkur viðbröðin og það er svo oft sem maður bara átt sig ekkert á því hvernig maður fór eiginlega að því að vinna leikina, eða stigin. Það er alveg hárrétt. Það er hægt að hugsa mikið fyrir leikinn. En þegar á völlinu komið þá snýst þetta dálítið hvað er búið að vírast inn í vöðvaminnið. Ja. Þá hefjast leikar. Ingi Darvís gefur upp móti aldursforsöndum í Jónasi. Það verður spennandi að sjá hvernig spila þessa leiki. Birkir auðvitað Íslandsmeistari í tvílaleik. Hann er það. En þá með Magnúsi Gauta. Með Magnúsi Gauta. Og ætli pælingin er ekki að þeir vilja ekki láta Magnús Gauta spila tvílaleikinn. Taka hann frekar einleikinn. Og það að Magnús Gauti er auðvitað Íslandsmeistari og hæst rankaður af öllum þessum leikmönnum. Akkurat. Í þessu leikkerfi þá virkar það sem sagt þannig að það eru 3 leikmenn sem munu spila. En bara einn hinna 3 mun spila 2 einlega leiki. Og þá eru flest liðin sem setja sterkasta leikmannin sinn í það hlutverk. Eins og Víkingskonur ætluðu að hann að gera, Nefina var augljóslega sterkust og þá var hún ekki notuð í tvílagaleik. En Birkir er líka með svona spilastíl að ég held að hann sé frekar góður í tvílagaleik. Svona duglegur að setja kúluna á borðið. Það er alltaf mikilvægt en það er mikilvægur í tvíla þar sem að andstæðingin þurfa alltaf að skiptast á að slá. Það er rétt. Birkir, hann skila kúlunum tilbaka. Ja. Svo er Birkir líka helvítið öflugur í stuttas. Hann er líka rosalega öflugur í stuttuboltanum og það er líka mikilvægt í tvílaleik. Hann er með rosa flottar stuttamóttökur. Já, það er rétt hjá þér. Þetta var fallegt hjá Inga. Alveg upp í borðið. Þetta er hrikalega jöfnlið. Það var ekkert að hleypa okkur fyrir heim, sko. Þetta var að vera spennandi í allan dag. Við fáum nóg fyrir peningin hér. Akkurat. Nú áhorfendur taka kannski eftir því að bæði liðin eru í búningum frá sama framleiðanda, það er Butterfly. Það er með þessu fiðrildamerki á brjóstinu og KR er líka í þeim búningum. Það er í borðtennistískunni á Íslandi, það er mjög mikið Butterfly. Flottur bolti. Jónes er hins vegar yngur badmintonstufusum. Jónex hefur hann. Já, mér sýnist BH-ingin vera aðeins grimmari í að sækja. En Ingi Darvís búinn taka 2-3 bolta sem hafa verið tekið smá frumkvæði. Já, mér finnst Magnús Jóhann hann er svona skín ekki alveg eins mikið í tvílagaleik eins og einliðaleik. Nei, Magnús Jóhann er auðvitað mikið keppnismaður og það skila sér oft rosa vel einliðaleik en getur verið erfiðari í tvílagaleik. Já, líka af því að það sást svo vel á móti Birgi áðan að hann lagði uppgjafirnar svo vel fyrir sjálfan sig upp til þess að taka með fórhund næsta. En hann stýrir ekki eins mikið hvernig uppgjöf Ingi Darvís gerir svo hann geti treysta það saman. Jóhannes hittir ekki bakandi pot. Í augnablikinu eru það Birgir og Ingi sem eru að stjórna spilinu hér. Það er alveg hárrétt. Þannig að það eru þeir sem eru að taka frumkvæðið og koma boltanum í spil. Töluvert meira potað í þessum leik heldur en einliða leikinu hér á undan. Mikið stutt á móti stuttu. Flott barátta hjá Víkingsstrákum. Taka 3 stig í röð. Já, eins og rætt hefur verið hér í dag fyrr
Þetta var fallegu bolti. Vel gert hjá bara öllum leikmönnum. Já, vel barist hjá öllum í þessu stigi. Að ná kúluna á borðið úr einhverju mjög erfiðri stöðu. Þeir eiga séns að taka lótuna, BH félagar. Og gera það. Eitt klúður að potarna. Mér finnst bæði lið vera að spila rosa vel stuttan mútið stuttan. Já. Móttökurnar eru stuttar og þau eru ná að halda vel stuttum. Svo hefur það nú aðalega verið hérna Ingi Darvís og Birgir sem eru kannski að flippa eða aðeins að setja auka pressu. Rétt. En það breytir því ekki að bæði Jóhannes og Magnús Jón hafa líka tekið nokkra mjög góða bolta. En þeir þurfa að vera mjög snaggir á fótunum í þessu stuttaspili. Það var ekki auðvelt. Það er erfitt. Sérstaklega með að spila með liðsfélag og nú maður flækist ekki fyrir. Þeir hafa bara verið fínir í því hingað til. Já. Greinilega búin að æfa þetta. Ég er forvitin að vita sko hvort að akkurat þessi pörun hafi mæst í vetur. Ég held ekki af því að Birgir og Magnús eru náttúrulega báðir búin að vera úti og hafa þá ekki keppt sko í einhverjum viðrunum. Og mikið búið að vera sko Jóhannes og Birgir ekki að keppa á sama tíma sko, þannig að ég hugsa að þetta sé í fyrsta skipti sem að þetta sé akkurat svona. Það væri nú svolítið gaman að sjá hvort að myndi prófa, þeir eru spilað svo rosalega mikið stutt, prófa af og til að kötta hann langbann í bakhönd. Þetta getur svona þess að brjóta þetta aðeins upp spilið. Getur verið spennandi. Og hérna byrjar önnur lotan. Það var fallegt stig. Vel spilað. Magnús og Ingi báðir að koma sterkir inn þarna. En BH getur bara að skila aftur og aftur á borðið. Já, rosa hár standard. Já, það. Þeir. Sama aftur. 2 sóknarhögg frá Víkingi. En ná ekki þriðja. Já, þeir eru að koma kúlunni vel aftur á borðið. Þetta gerist þegar maður missir kúluna aðeins svo langt í uppgjöfinni. Það var rosalega öll að sækja í tvílileik. Já, en Jóhannes fekk þarna smá brún til að hjálpa sér. Já, smá brún. Það hjálpar. Hjálpar. Net í þessari gjöf. Mér sýnist móttökurnar að vera aðeins ákveðnari, þeirra kötta aðeins sem eru langur enn í fyrstu lótunni, sem er gott fyrir okkur áhorfendur. Það fáum kannski aðeins meiri spil. Akkurat. Þið sjáu hérna að bæði Birgir að gefa til kynna hvernig uppgjöfum vill að Jóhannes gefi, en Ingi Darvís að gefa til kynna hvert hann ætlar að senda móttökuna, svo Magnús sé aðeins tilbúinari. Og það virkaði í þetta skipti. Það er klaufulegt hjá Jóhannesi. Þá taka þér handklæði. Í tvíliðaleik getur handklæðapásan verið mjög góð til þess að eiga 1-2 orð við liðsfélagann líka. Og það sem gerir oft skemmtilegt í tvíleik er að uppgjafna verða að vera á ská, þannig að þá sem tekur á móti veit alltaf hvert kúlan kemur. Akkurat. Og hérna hjá strákunum þá sjáum við að þeir eru að taka á móti með forhönd. Telja sig vera, það var Jóhannes ekki sáttur sko. Nei, Birgir misti móttökuna aðeins svo hátt. Það var vel gert hjá Magnús á þessu með smá heppni. Já, algjörlega. En svo að þegar við erum með 4 réttenda spilara eins og við erum núna, þá þurfa leikmenn að ákveða sig hvort þeir ætla að taka upp með forhönd sem þeir eru yfirleitt, að taka móti með forhönd sem þeir eru yfirleitt sterkar í, eða bakhönd til þess að gefa hinum meira pláss. Og þessi 4 strákar eru allir að taka móti með forhöndinu. Það sjáum þetta rosalega óþægilegt hvernig Birgir blokkar að bolta þannig vel. Óþægilegt fyrir andstæðingana og það kúlan kemur svo hratt aftur. Já, hann er góður í því. Já, hann gerir það mjög vel. Magnús nærði þarna ekki stutt í móttökunni.
6-4 fyrir BH. Fallega opnaði Inga Darvis. Finnst Víkingur vera aðeins grimmari í þessari lótu en fyrri. Aðeins grimmari að taka frumkvæði. Og það sem þeir þurfa að gera allar að vinna þennan leik. Fallegt hjá Jóa. Handklæða pása aftur. 7-5 BH í vil. Mér finnst bæði liði vera að spila þetta mjög vel. Þeir eru bara hérna að ná þessum löngu stöðum. Það er það sem BH-ingin eru að taka þetta. Þegar kúlan fyrir spil þá eru þeir að ná að koma kúlunni á borðið. Já, þeir eru þolinmóðir. Skila þessu af öryggi. Og taka frumkvæði þegar þeir fórst tækifæri. Já. Þetta var flott hjá Birgi. Já. Fallegt spil. Mjög fallegt. Munaði minnstu. 10-5 fyrir BH. En þeir eru að spila þetta mjög vel saman, BH-strákarnir. Fallegt bakhandaflip hjá Birgi Hanna. Sannarlega. Það var leið, ég er svona tilbyggjum að BH-strákarnir þessum fyrst 5 lótum er að þeir taka frumkvæði, þeir að vinna stíginn og svo eru þeir að ná að stela þessi svona 1 stig á milli þegar að Víkingsstrákarnir taka frumkvæði. Þannig að Víkingarnir eru kannski stundum að negla aðeins svo fast í fyrsta bolta og þá þegar að BH-ingin ná að blokkera og kemur kúlan svo hratt að meðspilurinn er ekki alveg tilbúinn. Oft mjög mikilvægt í tvíleik að maður verður bara kannski að lúpa stundum með aðeins meiri snúning, aðeins hægar og þegar ef maður neglir og kúlinn kemur aftur þá nær meðspilurinn bara ekkert að taka á móti. Akkurat. Í einlega leik hefur maður meiri rýmleið til þess að redda sér sjálfur en þegar að meðspilurinn er bara eiginlega fyrir þá má spilið ekki vera á hratt. Og þeir eru einhvern veginn svona Birgi búinn að standa mjög aftarlega við borðið, bara ná að blokka hvað sem er úr þeirri stöðu. Bara virðist vera tækni sem virkar hjá þeim. Viljum við ekki sjá núna að Víkingin koma aðeins aftur og setja smá press á BH-ingana. Jú. Taka eins og eina lótu og sjá hvernig þið bregðast við. Jú, miðað við sko hvernig stigin voru fallað í síðustu 2 lótum þá sennilega ætti þetta að vera betri uppstillingin fyrir Víkingana. Náðu fleiri stigum í því þegar að þessi gaf upp á þennan sko eins og í fyrstu lótu. Já, en aftur voru BH-ingarnir að spila mun betur í seinni lótunni. Já, þeir voru að gera það. Skynsamlegt sem Magnús ætla að setja bara mikinn hægan snúning en hann heitir bara ekki alveg. Þetta er líka bara góð móttaka kúl, seinna boppa alveg á mörkunum. Annarkvort fer hún í brúnni eða rétt svo framhjá. Það er mjög oft búið að vera þannig deildinni síðustu 2 ár af því að þetta eru sem sagt mest 5 leikir að það lið sem vinnur tvíliðaleikin í jöfnum leik vinnur viðrögnina. Því þá er hvort félagum sé að taka 2 einliðaleiki og svo bara tvíliðaleikurinn ræður sko. Áhugavert að sjá hvort það verður þannig í dag. BH-ingarnir verður að spila þetta mjög vel núna. Þeir eru að spila þetta rosa mikið stutt spil og bæði Ingi og Magnús Jón eru leikmenn sem vilja sækja. Já. Og þegar Jóhannes og Birgir eru að taka svona góðar stuttar móttökur með góðum undirsnúning þá fá þeir bara aldrei tækifæri. Þetta er vel lest hjá Inga Darvis. En hann að segja þetta gerist þegar að missir spila stutt og missir boltan aðeins og hátt upp. Þá eru leið og þeir missa boltan aðeins og langt eða aðeins upp þá klára Víkingarnir þetta. Þetta var nú flott.
En þeir eru að passa sig samt líka, BH-strákarnir, að ekki detta of mikið í alltaf stutt. Og því þá verður þetta fyrirsjónlegt. Og þá held ég að Ingi og Magnús geta komist inn í þetta aftur. Taka eitt flipp inn á milli, köttan langan, lengst út í forhund, lengst út í bakhund, flippa, bara svona aðeins að brjóta þetta upp. Þarna biður stuttan nóspinn. Og Jóhannes fylgir því vel eftir með forhandaflipi. Það er mjög fínt fyrir okkur lýsendur að sjá hérðan bara hvers konar merki þeir eru að gera í uppgjöfunum. Magnús gerir þetta vel. Sá líka hennar getur spila svo mikið stutt, köttan eitt langan í bakhand og þá fær hann langan aftur. Þetta snýst að þetta má ekki vera of fyrirsjónlegt. Ég held að, vel gert hjá Birgi þarna. Það fara að vera svolítið fyrirsjónlegt hjá BH-ingum og við sáum að Víkingar aðeins farin að breyta aðeins meiri til. En Ingi Darvís tók þarna bara ótrúlega góða staðsetningu í blokkinu. Magnús Jóhann aðeins búinn að vera að brenna of mikið. Já, hann þarf kannski slaka aðeins meira á og þá kemur þetta. Þetta eru þessir boltar sem hann er sérfræðingur í. Já. Kemur að þeir fara að taka það mátt, hugsa ég. Vel gert hjá Jóhannesi og Birgi þannig. Frábært samspil þarna. Já. Magnús Jóhann allir reyna að vera upp við borðið og blokkera hann. Það átti ekki breykir lúpi hjá Jóhannesi. Flott stig samt. Mjög flott. Þeir eru nú að fara að taka þetta svolítið. Stuttar móttökur, köttan langan í bakhand út af því að BH-ingarnir eru aðeins svo fljótar að koma fram og þeir eru að bíða eftir stuttum móttökunni. Já. Og svo þetta kemur á óvart, þannig köttan langan í bakhand Þannig að það ekki sækja það. þá er ekki tilbúin að sækja. Já. Og þetta er kannski það sem ég finnst sérstaklega síðustu stið sem að BH-ingarnir getur verið betri og þeir eru orðin svolítið fyrirsjónlegir. Það bara stutt. Kött eitt langan, flip eitt. Hallur bolti hjá Birgi. Mjög flott. En mér finnst þeir þurfa að breyta aðeins meiri til. Þeir eru að taka þetta svolítið á baróttunni frekar en að spila þetta taktískt. Nei, dýrt. Mjög dýrt. Læsilegur bolti hjá BH-ingum. Þetta var nú eiginlega bara 2 stiga virði. Birgir ætla sko ekki gefa neitt eftir svekkjandi tapi í síðasta leik. Gott hjá honum að koma tilbaka. Að nú Og vel spilað hjá 3-0 BH-ingum. sigur hjá BH. Mjög vel spilað hjá BH-ingum með þessum leik. Virkilega flott framistæða. Það var Mér fannst Víkingarnir spila þetta aðeins betur núna í síðustu lotunni. Já, klárt. En það var bara